Komið sæl, verið öll hjartanlega velkomin hingað í loftsalinn í kvöld. Það mér sönn ánægja að kynna fyrirlesara kvöldsins og næstu þriðjudagskvöld Björgvin Snorrason. Hann hefur verið prestur okkar hér í loftsalnum í mörg ár. Hann guðfræðingur og doktor í kirkjusagnfræði. Og hann þekkir því efnið mjög vel sem hann ætlar að flytja hér næstu kvöldin. Og það eru forréttindi að fá að hlusta á hann enn og aftur því hann hefur oft haldið erindi hér í loftsalnum hin ýmsu málefni. Og fáir hafa verið ötulli í okkar kirkju við að halda á lofti Marteini Lúther og boðskap hans heldur en Björgvin Snorrason. Og það því mjög vel við hæfi að fræðast enn frekar Lúther nú í október 2017 þegar liðin eru 500 ár frá siðbótinni. Svo ég vil bjóða Björgvin Snorrason hjartalega velkomin hingað upp. Gjörðu svo vel. Já, komið öll blessuð og sæl, ánægilegt að sjá okkur hér í kvöld og ég vona að við getum átt góða stund hér. Ég þarf að fá að finna þetta hérna í tölvunni hjá mér líka. Og mér langar eiginlega svona í upphafi að óska okkur öllum til hamingju með þetta stóra afmæli sem að verið að halda upp á víða heim í dag. Og Lúther hefur skilið mun meira eftir sig heldur en okkur grunnar. Og það að mega rifja upp feril hans og allt það sem að hann ávann og kom til leiðar, okkur til blessunar, það meira en orð fá lýst í raun og veru. En þó svo að Lúther hafi verið hvað áhrifamestur, þá átti hann sér tvo fyrirrennara. Annar var John Wycliffe í Bretlandi, en nemendur hans, hann kenndi við Oxford-háskóla. Nemendur hans fóru með rit hans til það sem við köllum Tékkland í dag. Og þar kynntist Jóhann Hus fagnaðarerindinu gegnum skrif John Wycliffes og fór að boða sömu trú. Og það sem athyglisvert upp á þessa menn að þeir voru mjög vel menntaðir, háskólakennarar og báðir treystu þeir boðskap ritningarinnar skilning á fagnaðarerindinu. Wycliffe, hann mætti gífurlegri andstöðu og svo var hann hataður af kirkjubreta á þessum tíma að 41 ári eftir að hann dó. Hann fékk heilablæðingu og dó. Hann hafði skilið mikið eftir sig þá, en 41 ári eftir dauða hans beinin grafin upp og það kveikt í þeim. Svo illa var kirkjunni við boðskap hans. Og öskunni var hent í læk sem að rann til árinnar Avon og hún rann til árinnar Severn og ég búinn að gleyma mér hérna, fyrirgefið þeim. Getur þú bjargað mér? Það komið. Hérna sjáum við John Wycliffe, ég afsakið að ég fylgdist ekki með sjálfum mér. Og hér sjáum við þá Jóhann Hus og hér verið að kveikja í beinum John Wycliffes og hér verið að strá öskun í læk sem að rennur til árinnar Avon og áfram til árinnar Severn og þaðan í úthafið. Og höfundurinn hefur leyft sér að nota þetta sem tákmynd þennan volduga boðskap fagnaðarerindisins sem fór að lokum út allan heim. Og
hér sjáum við Jóhann Hus, þar sem að hann yfirherður á kirkjuþingunni syðst í Þýskalandi í Konstans og Sigismundur situr þarna í hásæti sínu og hafði lofað honum griðarbréfi sem hann fékk, en hann sveik það vegna þess að hann þorði ekki að eiga á hættu bannfæringu kirkjunnar og Jóhann Hus endaði þess vegna á bálinu því miður. Hér sjáum við mynd af Martin Luther á forsíðu Time blaðsins 1967 þegar haldið var upp á 450 ára afmæli siðbótarinnar. Og í þessari grein stendur að Martin Luther breytti gangi heimssögunar. Hugsið ykkur, heimssögunar. Það ekki hægt að segja það marga. Og greinarhöfundur hann heldur áfram og segir: 3 menn hafa gjörbreytt gangi heimssögunar þegar við lítum yfir farin veg. Það í fyrsta lagi Jesús Kristur, Karl Marx og Martin Luther. Svo mikil voru hans áhrif. Og þá ætlum við að kíkja aðeins á bernsku og æsku Luthers, en hann alinn upp á mjög nægjusömu heimili og þar aginn gríðarlega strangur og sömuleiðis aginn óhóflega strangur í skólunum, en það var bara eins og tíðarandinn var á þeim tíma. En klausturár Luthers, sem við munum athuga betur í næsta fyrirlestri, voru honum mjög erfið og hann eiginlega gekk af sjálfum sér hálfdauðum. En það verkefni sem Luther í raun og veru tekur að sér, án þess að ætla sér að taka að sér, að hann rís upp ekki bara gegn kirkjunni, heldur líka hinu veraldlega valdi. Þetta eru 2 stofnanir sem í raun og veru í einni stofnun. Þó svo að það sé innbyrðis átök milli þessara veraldlegu keisara og páfa, að þá þetta ein og sama stofnunin og þetta stofnun sem hefur drottnað yfir Evrópu alveg frá því í byrjun 7. aldar og fram á þennan tíma. Svo kemur þarna munkur og skrifar 95 greinar og neglir þær á kirkjudyr til þess að bjóða öðrum í samræður. Þær á latínu, þannig að þetta var ekki ætlað alþýðin í raun og veru. Og áður en að Luther búinn að snúa sér við, þá búið að þýða þetta allt saman og dreifa þessu meðal almennings. Og hann veit varla hvaðan á sig vindurinn blæs þegar hann horfir í kringu sig. Ég leyfði mér að taka með konu hans, Katarínu von Bora. Hún var af lágaðalsættum og á þess að segja mikið þau hér í kvöld, tökum það fyrir seinna, að þá tók hún þátt í samræðum á heimilinu guðfræði. Og þó svo að Luther og hún hafi ekki verið mjög skotin í hvert öðru til að byrja með, að þá urðu þau mjög ástfangin og lesa bréfin sem fór á milli þeirra. Já, það gerir mann eiginlega öfundsjúkan því að þau eru svo falleg. Og hann kallar hana fyrir morgunstjörnu Wittenbergs, sem finnst alveg yndislegt út af fyrir sig. En hér sjáum við hvað það sem Luther að slást við. Þið sem getið lesið þýskuna, þið sjáuð að þýðingin svona þokkaleg. En hér mætum við 3 páfum, Benedikti 16. og Leo 10. og Páli 3. fyrir utan Pétur postula, sem náttúrulega aldrei var páfi. En þessir menn, páfarnir, þeir eru kallaðir alvaldir drottnarar í nafni Guðs.
Sem sagt, Guð hjálpi þér ef þú ferð á móti þeim. Og svo kemur þarna önnur fyrirsögn, uppreisn gegn keisara og páfa. Bæði veraldlegu valdi og kirkjulegu valdi. Og hér höfum við ágætt blað á norsku og þeir segja hérna á forsíðunni, baráttan náð Guðs er fyrirsögnin eins og þú sér þarna. Á tímum þegar sérhverri villutrúar hugsun var hengt af kirkjunni, hóf þýskur munkur sína persónlegu krossferð. Upptendraður af trúnni á Guð, réðst hann með þrumuraust, með lífið að veði gegn slægum biskupum og græðgi páfa. Upp á eigin spýtur setti hann á stað stærstu byltingu veraldarsögunar. Þetta er rosalega stór orð. Og mér langar til að taka það fram að þetta eru sérfræðingar sem eru að skrifa þessar greinar. Og hér sjáum við páfana sem ríktu á meðan að Lúther var uppi. Það er Leó X hérna til hægri og hann var atkvæðamestur gegn Lúther. En ég hef dálítið gaman að þessari mynd hérna. Þetta er Páll III, síðasti páfinn þegar meðan að Lúther lifir. Og hér kemur unglingur með mynd af Lúther og páfinn svona rýnir í myndina alvarlega og segir að mér finnst við sjálfan sig, Lúther minn, hvað heldur eiginlega þú sért? Og mér finnst einhvern veginn að Lúther segja þá, já, ef þú bara vissir það, þá myndir þú kannski aðeins skipta skoðun. En hvað það? Hvað listamaðurinn var að hugsa veit ég ekki, en þetta er svona ein af uppáhaldsmyndunum mínum. Það sem vefst fyrir Lúther er þessi tvö orð, réttlæti Guðs. Og næsti fyrirlestur, hann fjallar mikið akkurat þetta orð og hvernig Lúther skilur þetta og hvernig hann svo loksins skilur þetta. Ég ætla að fara svolítið fram fyrir sjálfa mig og segja þér núna, þó að það fari einn fyrirlestur í það, að þetta réttlæti Guðs sem að Lúther átti erfitt með að skilja, hann skildi það bara á einn veg. Guð hegnir og hefnir sín. En í Biblíunni er þetta sérstaka réttlæti þannig að ég skulda í banka peninga. Ég á ekki fyrir skuldinni á gjalddaga. Þá kemur vinur minn sem fréttir af því að ég á ekki fyrir skuldinni og spyr, má ég borga hana fyrir þig? Ég segi auðvitað já. Og vinur minn fer í bankan og greiðir skuldina. Þannig að ég er skuldlaus og réttlátur. Þetta réttlæti Guðs skildi ekki Lúther. Hann skildi það bara sem hegningu og hefnd. En næsti fyrirlestur kemur betur inn á þetta. Hér sjáum við foreldra hans, fyrirgefið, fór aðeins og rætt. Og hérna er sem sagt skötuhjúin, Hans og Greta. Og þau gengu í hjónaband 1479 tvítugt og voru geysilega dugmikil hjón. Hann kemur frá þessum litla bæ hérna, Möra, nálægt Eisenach. Og þá er það að Lúther fæðist 10. nóvember 1483 og strax næsta morgun er farið með henni í kirkju og hann er nefndur Martin af því að skírnin bar upp á dag hins heilaga Martins frá Túr. Þannig fékk hann nafni sitt. Og í þessu húsi ólst Lúther upp mjög skamma stund. Fjölskyldan bjó á fyrstu hæð,
Pappans námumaður af bændastétt og það sem við vitum að auk Lúthers þá eignuðust þau soninn Jakob og 3 uppkomnar dætur, en það hugsanlegt að eitthvert barnanna hafi dáið í bernsku. Hér sjáum við þrælavinnuna í koparnámunni og þar byrjar sem sagt Hans sín störf. Hans mjög sterkur persónuleiki og þegar við lítum á þessi orð sem eru sótt í mjög góða bók, að þá sagt að hann hafi verið maður íhugull, einbeittur í skoðun, með afburðardómgreind, mjög viljasterkur, ráðvandur, úrræðagóður og ómyrkur í máli. Hann var trúr samvisku sinni, hvað sem afleiðingunum leið. Sem sagt, eplið fellur ekki langt frá eikinni. Þú getur notað þessa lýsingu á Lúther sjálfan. Og dæmigert fyrir heimili á þessum tímum var það að foreldrar Lúthers lögðu mikla rækt við uppfræðslu og ögun barna sinna. Þau lögðu sig fram við að innrita þeim þekking á Guði og ástundum kristilegra dygða. Lúther varð meira að segja vitni að bænum þeirra þar sem þau báðu Guð að börn þeirra mættu minnast nafns Drottins og síðar meir stuðla að útbreiðslu sannleika hans. Hann heyrði föður sinn sérstaklega biðja fyrir sér. Vegna staðfestu sinnar og viljastigs breyttu þau hjónin stundum miklum strangleik í uppeldinu, en þótt Lúther fyndi til þess að þeim hefði stundum missýnst í strangleika sínum, þá fann hann fleira lofsvert en ámælisvert í ögun þeirra. Og hér gefur Lúther okkur 2 dæmi. Faðir minn hýddi mig svo herfilega einu sinni að ég flúði frá honum og hræddist hann þar til hann tók mig í sátt nokkrum vikum seinna. En faðir Lúthers, hann gat sýnt þá auðmýkt að biðja Lúther fyrirgefningu. Mamma hýddi mig einu sinni fyrir það að stela einni einustu hnetu svo að blæddi úr botninum á mér. Og svo segir Lúther löngu seinna: þessi hörkulegi agi hafði það í för með sér að ég endaði í klaustri. Þótt þau hafi viljað mér vel, þá endaði þetta á þennan veg, því að hann yfirfærði strangleika og réttlæti föðurins á sinn himneska föður sem að hann skildi ekki þegar hann hugsaði Guð sem hinn svokallaða réttláta Guð. Og þá það að Lúther byrjar sína grunnmenntun 7 ára gamall. Og ástæðan fyrir því að ég nefni þetta hér vegna þess að uppeldið, ef við getum kallað það í skólastofunni, var stundum bæði harkalegt og hrottalegt. Það fór þó auðvitað eftir kennarannum í hver skipti, en samt var þetta nokkuð oft haft hönd á þessum tíma. Og hér sjáum við frá skólastofu á þessum tíma og takið eftir næstu mynd. Vöndurinn, hann aldrei langt undan. Og margur, ég að segja, fékk nóg af þessu vegna þess að þetta var allt gert í nafni Guðs. Og menn, börnin hreinlega, og þegar þau uxu grassi, þau alltaf því hötuðu Guð. Hvers vegna elska Guð sem lemur mig fyrir smámunni?
Það er góð spurning. Hér sjáum við hús Lúthers fjölskyldunar í Mansfeld, en núna er faðirinn að verða nokkuð sjálfstæður atvinnurekandi og í Magdeburg er Lúther 1 ár. Og þá býr hann á heimavist hjá hópi manna sem kalla sig bræður hins sameiginlega eða óbreytta lífs. Þetta voru trúaði menn en leið húmanistar undir áhrifum frá Hollandi. Og Lúther leið mjög vel þarna vegna þess að það var komið vel fram við hann. Og það er ekki útilokað að þetta eina ár hafi skipt Lúther öllu máli þegar að framliðu stundir. Og hér sjáum við dómkirkjuna í Magdeburg og þegar Lúther kemur þangað 1524, þá er siðbótin komin á stað, þá heldur hann eina ræðu. Hún er svo áhrifamikil að bókstaflega öll borgin tekur við boðskapnum og verður að nokkurs konar miðstöð fagnaðarerindisins langa hríð. Og þá er það að Lúther fer í heimabæ mömmu sinnar og gengur þar í latínuskóla, þar sem er lögð megin áhersla á málfræði, mælskufræði, rökfræði, þýsku og latínu. En hér er einnig illa farið með nemendur í skólanum. Og hér er Lúther að nema og tíma þá fer hann að búa hjá Kotta fjölskyldu eins og hún er nefnd og hún býr í þessu volduga húsi hérna. Og frúin þar kunni svo vel við söngrödd stráksins að hún leyfði honum að búa hjá þeim stuttan tíma og syngja við kvöldbænir og aðrar stundir. En hér varð Lúther, þrátt fyrir það að móður fólk hans ætti heima þarna, þá þurfti hann að ganga frá dyrum til dyra og betla sér matar og syngja fyrir dyrum. Og hann var því oft mjög svangur. En hann bjó líka hjá annarri fjölskyldu tíma, Sjálbe fjölskyldunni, og þar kynnist hann Jóhannesi Braun. Ég er ekki viss hvað hann er gamall, en hann er prestur. Og Lúther nefnir hann sem vin sinn. Þetta er hógvær maður og glaðvær og hann stóð fyrir ekki bara söng, heldur söng með röddum. Og það líkaði Lúther ofboðslega vel. En hér sjáum við mann sem mér finnst vera stórmerkilegur. Hann heitir Jóhannes Trebonius. Og ástæðan fyrir því að hann er ekki með hattinn á höfðinu er vegna þess að hann er að heilsa nemendunum. Og hann er að sýna þeim virðingu með því að taka ofan. Og hann segir, hver veit nema einhver hér í bekknum verði einhvers konar yfirmaður minn í framtíðinni, ef einhver þeirra yrði til dæmis lögfræðingur og inni fyrir stjórn landsins. Og þessi Jóhannes og Vígand, þeir tóku eftir því að Lúther var mjög vel gefinn og hvöttu hann þess vegna til þess að fara í háskólanám. Og Lúther hann innritast við Erfurt háskólan í 1501. Hér lærir hann tungumál og heimspeki og fær viðurnefnið heimspekingurinn af því að hann er alltaf í rökræðum við einhverja. Og hann lýkur BA-prófi 1502 og svo meistaraprófinu stuttu síðar 1505. Og sama ár innritast hann í lögfræði eins og faðir hans hafði dreymt að hann gerði.
Sem sagt, Lúther var nýorðinn 17 ára þegar hann hóf nám við Erfurt háskólann. Foreldrar hans voru nú orðin efnameiri, þar faðir hans var orðin sjálfstæður atvinnurekandi. Lúther átti því betra atlæti að fagna og bjartari framtíðarhorfum en fyrr á árum. Með ótrúlegum sparnaði og agaðri iðjusemi höfðu foreldrar hans komist í ágætis efni. Þau gátu því veitt syni sínum alla þá hjálp sem hann þarfnaðist og hann bjó þess vegna á góðri heimavist þar sem hann fékk allt sem hann þurfti. Draumur foreldranna var þess vegna í augsýn og draumurinn var sá að Lúther yrði lögfræðingur og svo embættismaður. Það tók venjulega 6 ár að ljúka BA-prófinu, eins og það var nefnt á þeim tíma, og meistaragráðinu. En Lúther lauk þess á 4 árum og hann nam þar stærðfræði, rúmfræði, stjörnufræði, tónlist, málfræði, rökfræði, mælskufræði og seinni árum heimspeki Aristótelesar, svo sem eðlisfræði, frumspeki og siðferðilega heimspeki. Og þá var leiðin opin fyrir hann inn í lögfræðina, læknisfræðina eða guðfræðina. Og þegar að Lúther byrjar námið þarna í Erfurt háskólanum, þá gefst honum kostur á að lesa góð verk eftir góða höfunda og hann lagði mikilvægustu ályktanir þeirra á minnið og tileinkaði sér visku hinna vitru. Hann sýndi hæfileika til að velja og hafna, dómgreind hans tók hröðum framförum, hann bjó yfir traustu minni, átti lifandi ímyndunarafl, sýndi sterka rökvísi, elja hans var óþreytandi, hlaut forystu sætið í skólanum, ögun hugans þroskaðist og dómgreind hans einnig. Hann átti með sér mjög frjóa og skapandi hugsun og naut skapandi skilnings á því sem hann las og heyrði. Allt þetta reyndist honum traustur undirbúningur undir baráttu lífsins. En það sem einkenndi Lúther líka meir en nokkuð annað, það var Guðs óttinn sem bjó í hjarta hans og stuðlaði að staðfestu í starfi og djúpri auðmýkt fyrir Guði. Hann bar óbilandi traust til guðlegrar handleiðslu og það brást aldrei að hann byrjaði daginn með bænagjörð. Og frá hjartanu streymdi látlaus bæn leiðsögn og stuðning. Hann segir sjálfur, einlæg bæn hinn betri helmingur alls náms. En við þurfum aðeins að kynnast samtíð Lúthers. Endurreisnarhreyfingin þegar komin í gang fyrir löngu á Ítalíu og áhrif hennar gætir að sjálfsögðu í Þýskalandi. Hér sjáum við Aþenuskólann og það Páll annar Pái sem bað Rafael að mála þessa fresku. Og það sem gerist með endurreisnarhreyfingunni það að maðurinn verður miðdepill allrar tilveru, ekki skaparinn, heldur sköpunin. Og heildarhyggju kirkjunnar og keisara reyndar hafnað, en þótt endurreisnarhreyfingin leiti sér fyrirmyndar í fornöld, þá það samt miðaldar menning kirkjunnar og hins veraldlega valds sem ræður ríkjum. Og reyndar fær jarðlífið meiri hvað ég að segja, heldur en oft áður. Þannig að menn fóru svona að leyfa sér að vera til núna án þess að vera alltaf að hugsa hreinsunar eld eða helvíti eða hugsanlega himnaríki fyrir einhverja fáeina. Og hér sjáum við Platon og Aristóteles
sem að endurreisnarhreyfingin sótti mikið til og Lúther hann þekkti Aristóteles og siðfræði hans og rit hans aftur á bak og áfram. Hann kenndi meira þess Aristóteles á tímabili. Já, það sköpunin en ekki skaparans sem verður þungamiðjan í endurreisnarhreyfingunni. Og það verða miklar framfarir í svokölluðum náttúruvísindum og við nefnum þarna Kopernikus, Brahe, Galileo Galilei sem að kaus stofufangelsið fram fyrir bálið og nefndur faðir nútíma stjarnfræði. Og Kepler líka nefndur hérna hjá mér og Isaac Newton sem sannar það að jörðin snýst í kringum sólina og sé ekki miðdepill alheimsins með páfann sem æðsta vald á himni og jörðu. En margir páfar á þessum tíma, fyrirgefiði, ég gleymi mér hérna, að þetta auðvitað mynd eftir Leonardo da Vinci og málaralistin frá endurreisnartímabilinu, hún alveg ofboðslega falleg. Við hjónin vorum á Ítalíu sumar og við fórum inn á nokkur málverkasöfn og manni fannst maður bara vera búin að yfirgefa jörðina. Fegurðin svo ofboðslega mikil og hér sjáum við fyrirgefið ég fór áttaði mig ekki á þessu. Hérna Kopernikus, þetta mynd af honum, Pólverji og danskurinn Brahe, Galileo, Ítalinn og Kepler, en ekki Þjóðverji, Isaac Newton, Breti og Galileo hefur fengið viðurnefnið faðir stjarnfræðinnar og hann tók stofufangelsið fram við bálköstin. Ég skil það vel. En margir af páfunum urðu húmanistar og þeir voru mjög margir eins og Leo X á tímabili Lúthers. Þeir voru ekki, þeir trúðu engu í raun og veru. Og Leo X þótti það mun skemmtilegra að fara á svínaveiðar og borða góða máltíð á eftir en að mæta í kirkju. Þannig að ég ætla ekki að segja neitt of mikið en láta þetta duga. Og svo það auðvitað heimsvæðingin sem fer í gang með Kólumbus þegar hann finnur Ameríku og fer í sína síðustu för. Hann fer í síðustu för sína í fjórða sinn 1502 en hann var komið með hann í hlekkjum til Spánar og Isabella ekkert á því að hann fái aftur aðstoð konungshjónanna við að fara til nýja heimsins en hann gerir það engu að síður en það sem að Kólumbus gerir að hann opnar fyrir því sem við köllum heimsvæðingunni. Svo það Gutenberg sem að uppgötvar færanlega stafi og auðveldar alla prentun sem skiptir rosalega miklu máli fyrir siðbútina. En það sem gerir Lúther frábrugðinn öllum eiginlega öðrum innan siðbótarinnar að heita má að hann gerir Biblíuna að miðpunkti alls þess sem hann boðar. Það ekki sköpunin sem miðdepillinn, það skaparinn og orð hans. En endurreisnarhreyfingin gerði Lúther að mjög öguðum fræðimanni. Hann notaði rannsóknaraðferðir endurreisnarhreyfingarinnar þegar hann rannsakaði ritningarnar og kirkjufeðurnar og hvað annað sem honum bar að höndum. Og þessi orð þarna á latínu ad fontes, það að segja við hverfum aftur til uppsprettunar
Og það sem að vakti fyrir Lúther, það var að endurreisa kirkjuna eins og kristnin hafði verið, með fagnaðarerindið í Farabrjóðsbréf. Og eftir að Lúther kemur í háskólan, þá hann að flækjast dag einn bókasafnið og finnur þar Biblíu á latínu. Og það hljómar kannski undarlega, en hann hafði aldrei séð Biblíuna fyrr. Og hann vissi ekki í raun og veru að hún væri til. Hann hafði séð fáein blöð úr Guðspjöllunum og eitthvað úr bréfunum og hélt í raun og veru það væri öll Biblían. En þegar hann að fletta blöðunum þarna í fyrsta sinn, þá segir hann, að Guð vildi gefa mér slíka bók. Og hér munurinn á Lúther og humanistunum á þessum tíma. Biblían verður fyrir hann uppspretta alls sannleika. Hvort sem það sköpun eða frelsun eða félagslegt félagsleg sanngirni í þjóðfélaginu, að hann leitar alltaf til hennar og það gerir hann að allt öðrum manni heldur en öllum öðrum. Ég tók þetta með til gamans, þetta útskreittar skírteini hans þegar hann lýkur meistaragráðunni. En það nokkuð sem gerist hjá Lúther þegar hann að athuga Biblíuna, að þá grípur hjarta hans hyldjúp sannfæring hversu ófullkominn hann sé. Ég hef lesið eftir aðra höfunda slíka upplifun. Það eins og Guð leyfi sumum að finna fyrir ófullkomleika sínum og þessi tilfinning verður Lúther algjörlega yfirþyrmandi. En það gerir það samt ekki að verkum að hann hættir að tala við Guð í bænum sínum, hann hættir heldur ekki að lesa Biblíuna, en hann þráir það eitt að mega skilja Guð og hann fær það síðar meir. Þá ætla ég að lesa seinni hlutann af þessu. Miðaldarmyndirnar sem hann hafði kynnst í bernsku og æsku sóttu núna einnig að honum. Hinar skuggalegu hjátrúar hugmyndir samtímans Guð sem síreiðan og ósveigjanlegan dómara fylltu hans skelfingu dapurlega framtíð sem myndi enda í hreinsunareldinum með sínum eilífu kvölum. Og hvað átti blessaður strákurinn að gera? Jú, í staðinn fyrir að henda Biblíunni til hliðar, þá gerir hann Biblíuna að miðdepli síns lífs. Og þá komum við að þessari dagsetningu sem að enginn skildi þegar að Lúther 2. júlí 1505 lendir í þrumuveðri sem enda með því að hann hverfur inn í dimmu svarta klausturs í Erfurt 17. júlí sama ár. Af hverju? Jú, segja sumir kirkjusakfræðingar, bernsku og æsku heimur Lúthers einkenndist ekki bara af stríti og erfiðisvinnu bændamenningar samtímans, heldur einnig af ótrúlegu trúarofstæki sem birtist í yfirþyrmandi ótta við réttláta hefnd og hegningu Guðs og ógnanir djöfulsins hreinsunareld og helvíti. Sérstaklega á seinni hluta miðalda voru slíkar hugsanir alltaf handan við hornið. Hér sjáum við mynd sem að
gerði Lúther skelfingu losnan, aftur og aftur. Þetta mynd af Kristi í dómarahásæti sínu og Kristur hér umkringdur regnboganum og sverð og lilja gengur út úr munni hans. Liljan táknar viðurkenningu á góðverkum hinna réttlátu en sverðið merkir dauðadóm yfir hinum óréttlátu. Og Lúther var náttúrulega sannfærður það að hann tilheyrði hinum óréttlátu. Hér sjáum við gríðarlega fallega kirkju í Frakklandi. Og þó svo að endurreisnarhreyfingin hafi haft sín stórkostlega áhrif á mörgum sviðum, þá það ennþá kirkjan með sínum munkum og klerkum sem ræður algjörlega yfir örlögum almúgans og það með harðri hendi. Kirkjan sannleiks tákn samtímans og allt fyrir utan hana lygi. Og þá ætlum við að bregða upp fáeinum myndum af hinum svokölluðu myrku miðöldum. Sagnfræðingar sumir telja að miðaldirnar hafi byrjað 476 þegar Vestur-rómverska ríkið leið undir lok. Og það hafi endað við upphaf endurreisnarhreyfingarinnar og sumir nota önnur ástöl en þetta allt á bilinu 500 til 1500. Og ég ætla að taka fram að þessi orð sem ég ætla að lesa núna ekki frá mér. Þau eru sótt í sögulegar heimildir. Kirkjan þekkt fyrir launmorð frá 754 til 2003, pyndingar, spillingu og leyndarhyggju. Kaþólsk kirkja stærsta, elsta og ríkasta stofnun í heimi og vald páfans hefur verið æðri bæði konungum og keisarum. Aftur og aftur hefur hún skipt sér af stórpólitík og lýst konunga í bann. En páfinn sjálfur getur orðið fyrir því að vera rutt úr vegi ef hann bregður fæti fyrir framagirni kirkjunar. Hér sjáum við aðra tilvitnun í blaði sem lengi var gefið út hér á landi, Sagan öll, sem kallar páfana fyrir siðleysingja sem stjórnuðu í raun og veru heiminum. Þeir myrtu, þeir mútuðu, þeir svölluðu. Og hér Alexander VII sem einn frægastu þeirra allra. Þáði mútur, keypti sér fylgi, stundaði kynsvall, átti fullt af óskilgetnum börnum og var grunaður að byrla mönnum eitur. Þrígifti dóttur sína vegna pólitískra klækibragða og hún var 13 ára þegar hún gekk fyrst í hjónaband. Og hér sjáum við hótanir kirkjunar helvíti og hreinsunareld og vald prestsins varðandi það að draga úr þessu en með því einu að borga fyrir það og það ríflega. Ég ætla nú ekki að standa lengi við þessar ógeðslegu myndir frá miðöldum. Hér sjáum við helvíti og kölska vera að fá sér að borða. Já, hérna, ég gleymi mér alltaf, ég biðst afsökunar. En hérna sjáum við sem sagt dauðvona mann sem hryllir við hreinsunareldi og helvíti. En prestur lofar honum styttingu á allavega í hreinsunareldinum ef hann borgar vel fyrir. Hér sjáum við andstyggilega mynd af kölska sem að fá sér að borða, en það sem sagt samkvæmt kirkjunni af nógu að taka. Og hér það boss nokkur frá Hollandi sem að lýsa bæði helvíti og hreinsunareldi. Og þessar myndir, þær festust í huga Lúthers og gerðu það verkum að hann stundum gat ekki sofið á nóttinni því að hann sá fyrir sér hreinsunareldinn og þá hryllingu sem hann átti í vændum.
Hér er Frakklandskonungur að sjá til þess að 6 villutrúamenn séu brenndir á báli. Og hér er Pái Páll V sem að stóð að morðinu á Hinrik IV Frakklandskonungi. Og hér er mynd sem við ætlum ekki að dvelja lengi við, en þetta er frá Spáni og það er Isabella og Ferdinand sem stofna hinn spænska rannsóknarétt og þau ætluðu sér að alkristna Spán með ofbeldi og yfirgangi, segir sagan. Og þess vegna kom eiginlega, Spánn varð ekkert fyrir neinum áhrifum af siðbótinni. Hér sjáum við myndir eftir frægan þýskan málara, Dürer, sem verður vinur Lúthers. Og hér sjáum við 4. hestinn neðst á myndinni. Hann er nábleikur og riddarinn heitir Dauðinn og í kjölfar fylgir helvíti. Og þið getið rétt ímyndað ykkur fyrir ungan að fylla huga sinn á svona myndum er alveg hræðilegt. Og hér sjáum við svartadauðan sem dreifist Evrópu með ofsahraða og samtíminn leit á þetta sem refsingu Guðs og kirkjur voru þessna byggðar í kjölfarið og kirkjulíf varð jákvætt allavega sumstaðar, nefnt Bretland sem dæmi. En þetta kemur ekki til Íslands fyrr en á 15. öld. En þessi pest, hún náttúrulega hafði sín áhrif og menn trúðu því að þetta veri refsing frá Guði, hinum svokallaða réttláta Guði. Og Lúther varð fyrir þessum áhrifum líka. Og þótt Guðsótti einkenndi líf Lúthers alveg frá bernsku og þótt honum fyndist hann alltaf vera háður Guði og þótt hann sleppti aldrei morgunbæninni og þótt hann bæði Guð af heilum hug hjálp og leiðsögn, truflaði eins og ég hef nefnt áður hugtaki réttlæti Guðs hann daginn út og inn, svo að hann öðlaðist engan frið hið innra með sér. En hér eru 2 megin ástæður fyrir því að Lúther að lokum fer í klaustur. Einlæg þrá hans eftir frelsun frá synd og þar með friðar við Guð sem hafði blundað lengi með honum. Hann taldi því að munkalíf yrði eða myndi bjóða upp á hina einu lausn við þessu vandamáli. Sjálfur segir hann: hinn strangi agi á heimilinu, þótt vel meintur, hafi leitt hann að lokum í klaustur, þar eð hann yfirfærði heimilisagan á Guðsagan, það er að segja á Guð sem hinn refsandi Guð. Og þá komum við að þessu stóra augnabliki í lífi Lúthers, 2. júlí 1505. Rétt eftir að hann er búinn að innrita sig í lagadeild Erfurt háskólans, þá er hann hér á leiðinni til Erfurt og fer Stotterheim sléttuna og lendir þar í gríðarlegu þrumuveðri. Þessi mynd sem ég sjá hérna þessum 2 drengjum er að finna í Wartburg-kastalanum í Þýskalandi þar sem að Lúther dvaldi og þýddi Biblíuna. Hvort að Lúther var einn eða með vini sínum er útilokað að staðfesta. En það sem við vitum er að skömmu áður höfðu 3 prófessorar dáið úr pest, sennilega svartadauðanum, og 3 vinir hans höfðu einnig látist úr sömu pest. Og sennilega er hann einn á ferð og ríðandi hér þessa sléttu. Þegar að þrumuveðrið skellur á og hann hrópar: hjálpaðu mér, heilaga Anna,
ég vil verða munkur af því að ég vil ekki deyja. Ég vil sættast við Guð og ég vil fá að koma heim í himnaríki. Nú orðið annað þýðir náð. Orð sem að Lúther notaði aftur og aftur og aftur og aftur þegar hann fjallaði Guðs náð. En þetta er engin skyndi ákvörðun. Þetta búið að blunda með Lúther lengi. En þegar hann verður hér yfir sig hræddur við dauðan, þá stynur hann þessu upp: hjálpaðu mér, heilaga Anna. Hún var verndardýrlingur námuverkamannanna. Hún var líka tískudýrlingur stúdenta á þessum tíma. Þannig að það er ekkert skrítið þó hann hafi hrópað á hana, en hún á að hafa verið móðir Maríu mey. Þannig er að Lúther tekur þá þessa ákvörðun að ganga í klaustur. Samnemendur hans og klausturbræður, þeir báru þessa reynslu Lúthers við reynslu Páls þegar hann var á leiðinni til Damaskus. Og Kristur talaði við hann og spyr hann: hvers vegna ert þú að ofsækja mig? Og Páll segir: hver ertu? Og Jesús svarar honum, og Páll verður þá boðberi kristninnar meira en nokkur annar. Og það sama má segja Lúther. Aðeins 15 dögum eftir þrumuveðrið gengur Lúther innan dyr Ágústínarklausturins í Erfurt. Og þar er aginn hvað strangastur. Hann velur það af fúsum og frjálsum vilja. Því að hann segir: ég ætla mér fyrir hlýðni og aga og sjálfspyntingar að komast til himins. Já, hér er hann mættur. Hann er meira að segja, hérna myndina Páli, fyrirgefiði. Hér er klaustrið og hér er Lúther mættur 17. júlí 1505. Hann er meira að segja búinn að gefa, sumir segja selja lútuna sína. Hann elskaði hljóðfæri meira en nokkuð annað. Og pappans hafi gefið honum lögbókina, sem var rosalega dýr á þessum tíma. En hann annarkvort selur hana eða gefur hana, og ég er ekki alveg viss ég hef reynt að leita því hvaða þessar 2 bækur eiga að vera sem hann tekur með sér. Ég held hann hafi farið snauður inn í klaustrið. Í klaustrinu var þess krafist að Lúther að hann ynni hinn auðvirðulegustu störf og færi betlandi milli húsa. Matur var á skornum skammti og oftar en ella bragðvondur og jafnvel fúll. Hann þoldi niðurlæginguna með auðmýkt í þeirri trú að hún væri nauðsynleg vegna synda hans. En sem betur fer, þá er yfirmaður Ágústínaklaustrana Jóhann von Staupitz. Og við höfum eftir að koma vel inn á það sem hvaða máli hann skipti fyrir Lúther. En Lúther segir eftirfarandi orð: hefði ég ekki átt doktor Staupitz að, hefði ég löngu hrapað í helvíti. Það sem að Jóhann Staupitz gerir fyrir Lúther er að hann segir við Lúther: hættu að tilbiðja alla þessa dýrlinga og alla þessa helgimuni. Líttu framhjá þessu og beindu sjónum þínum að Jesú Kristi. Hann er þín fyrirgefning, hann er þitt réttlæti, hann er frelsari þinn. Og hættu þessum stranga aga, Lúther, því að ef þú heldur honum áfram þá drepur þú sjálfan þig.
Hann átti það til að liggja allsnakin út í snjónum til þess að pynta sjálfan sig og halda þá leið að hann þóknaði Guði og ætti þess vegna að verðskulda himinin. Hætti þessu, sagði Staupitz. En Lúther hann hætti þessu því miður ekki alveg strax. Og hann átti það til að játa syndir sínar fyrir skriftaföðunum 6 klukkustundir á dag. Og þá var það eitt sinn að Staupitz sagði við Lúther, heyrðu, Lúther minn, getur ekki gert eitthvað nógu ljótt sem hún getur játað? Og eins og hvað segir Lúther? Já, þú getur drepið pappa þinn. Og komið þá með einhverju almennilega játningu. Auðvitað meinti Staupitz þetta ekki, en hann var að reyna að stoppa Lúther, hætti þessu röfli. Já, röfli. Og það kom að því, hann gerði það. Hérna sjáum við klausturherbergið hans í klausturinu í Erfurt. En þetta vefst ennþá fyrir Lúther, réttlæti Guðs, réttlæti Guðs. Og það er blessaður Staupitz sem sendi Lúther 1510 og 11 til Rómar. Og lýsingar Lúthers á því sem hann sér í Róm, þær eru alveg svakalegar. Tíðustu gestir á hóruhúsunum, það voru munkarnir og prestarnir. Það er að segja mikið meira. Og hann kom heim algjörlega uppgefinn. Hvernig má það vera að kirkjan sem á að frelsa mig inn í himnaríki geti stundað svona laga? Og meðan hann er að skríða upp Pílatusar tröppurnar sem heilög Helena, móðir Konstantínusar keisara, á að hafa sent frá Jerúsalem til Rómar í einu lagi flugleiðina. Upp þessa tröppur er Lúther að skríða. Og hann fer með faðirvorið á leiðinu upp, meðal annars. Og hann er að reyna að losa föður sinn. Býttu nú við, ég er búin að gleyma mér. Hann er að reyna að losa föður sinn úr hreinsuneldinum þegar hann allt í einu man eftir því að pappans er ekki dáinn. En það er ekki það sem skiptir öllu máli hér. Heldur þessi þrumandi rödd sem að hljómaði allt í einu innra með honum. Hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Þegar að Lúther heyrði þessa rödd, þá hentist hann á fætur, skammaði sín meir en orð fá lýst og forðaði sér frá Pílatusartröppunum eins hratt og hann gat. Það er ekki allir kirkjusakfræðingar sammála það að Lúther hefði sagt þetta, en National Geographic, sem er mjög virt blað, gefur líka út blað söguna. Og þessi Jósef Pálo Orta, hann er bæði sagnfræðingur og rithöfundur og sérfræðingur í trúmálum Evrópu á 16. öld, það er að segja á tíma Lúthers. Hann heldur þessu fram meðal annarra. Það eru fleiri sagnfræðingar sem að halda því fram að Lúther hafi heyrt þessa rödd þegar hann var að skríða upp tröppurnar. Og það sem að gerist nú í framhaldinu er það að Lúther fer að rannsaka ritninguna enn betur. Hann byrjar á því að leggja út sálmana og síðan Rómarbréfið og talið er að hann hafi verið upp í turninum á turni klaustursins þegar hann allt í einu skilur það sem ég sagði við ykkur áðan. Ég skulda bankanum, ég á ekki fyrir því, vinur minn kemur og fullnægir öllu réttlæti með því að greiða skuldina og ég geng heim réttlátur og frelsaður alla eilífð. Einfalt en flæktist fyrir honum þangað til að allt í einu ljósið kom. Og Lúther varð nýr maður og siðbótin, hún varð óstöðvandi.
Velkomin næsta þriðjudag ef þú mátt vera að því. Takk fyrir komin í kvöld. Guð blessa okkur öll. Og ég ætla að leyfa mér að segja þökk Guð að Lúther var til og kom og frelsaði okkur undan ánauð mannlegrar heimspeki. Takk fyrir.